Lillar mín. You sit down. Don't you massacre me, sit down. Don't you massacre me, sit down. Don't you massacre me. Billy, don't do it. Don't be a hero. Líka með að setja spensis og pappans dotta. Áttu eins, Billy?
Trófi, hreinn og ferskur handa þér. Þið eru alltaf við sama helgarsvarnir. Ha? Kann enginn hérna inni ekki einhvern eitt ljón? Já. Einn er sá drykkur sem aldrei Þegja það! Svalaðu boss. Þegja það! Þegar ég byrður ljón, þá vil ég fá almennilegar kvennar vísur en ekki einhverja frasa á sjónvarpsþáttum. Kann enginn hérna inni ekki einhvern eitt ljón sem hann hefur ekki lært úr sjónvarpinu? Bróðir minn kennir mér þessa vísu. Já, mann. Sáðu ég undir svuntunni, sjónkar einhver staka. Þegja það! Takk ég ljóðmöngunar og fletti upp á blaðsíðu 4311 upp á ráðurum refsisettu brakkar mín yndislega eftir tónskotið Strengberg Steingerving frá Páskafjarðarheiði. Ég vil lesa ljóðið saman. Líður í fríða og smálækja spræna og blágrössi spríða og berja lauk og ungvegjan fríða og sveipi mín græna grundir víða og átta hófa naut. Átta hófa naut? Já, þetta er list. Þennarðu, Já, bara, ég skil ekki ljóðið. þú átt eftir ekki að skilja og bara hvernig að meta. Það, Þá er tekinn vandi. þú lærðu þau öll utan bókar hana. Þetta hérna er skólamyndan. Núna megi ég fara í frímá. Stelpur, til hvers ætti þessar frímínútur séu? Ég hugsa sér svo að kennararnir geti hvílt sig. Af hverju ætlum maður eiginlega að læra ljóð sem maður skilur ekki? Hvernig það er list? Jú, sko skilur að ljóðum appelsíni, það er ekki list, en það fjallar appelsín. En hitt ljóðum brekkuna, það er list. Heyri það? Jú, sko skilur alltaf þegar pabbi minn er að horfa á Íslands sjónvarpsleikrið í sjónvarpinu, þá segir hann: og þetta er að list, ég skil þetta ekki. Og ég segi eitthvað svolítið, einu sinni, pabbi minn og mér, ég var brakra brauð. Það var eitthvað svo kallt að við fórum inn í hús. Það var málverk. Þá sagði pabbi að þetta var list. Ég geti gert svona. Já, ætli þessi var listin, maður getur ekki gert það sjálfur. Já, og ef maður skilur það ekki. Já. Erum við með astma? Hvað sagt þessi list sé? Pabbi minn segir að listin gefur lífinu gildi. Pabbi minn segir að þessi list að lifa. Pabbi minn segir þessi ekki hægt. Fannst í James Bond myndina? James Bond. Það er ógeðslega gott og allir hefur hvalinn. Það var hákall. Hurra? Frændiðin hefur séð hann. Ég er ekki búin að sjá þessa mynd, sko. Lilla! Hvað sagði hann? Veistu? Hann sá maður ætti að leggja sitt á mörkum til að skólinn gengdi hlutverki sín á fullnægjandi hátt og maður ætti ekki að móðga kennarana sína. Þá sagði ég hefði ekki verið að móðgan en hann svo að kjörkennara væri móðgun og hann skildi ekki hvernig hann ætti að veita almennilega kennslu með þessu móðgan en gæti að minnst kosti ekki sjálfur. Sagði hann það? Þegar sé að lista að kenna dönsku? Ég fann döðkött. Það er líkt á hana.
sjáum áfram. Jón? Jæja, komið inn eins og skot. Krakkar mínir, þið vitið af hverju að fermast, það ekki annars? Já. Við spilum hann að tölu. Einmitt. Gjafir? Gjafirnar eru nú reyndar ekki ástæðan fyrir því að við fermumst. Víst. Kannski þú við hinn fermst út af Guð og Biblíun og allt það? Guð er ekki til. Og það er ekki að fermast upp á Guð. Meni Guð væri til að hafa ástand í heiminu miklu betra en í dag. Líkt á þetta sjávarútvegur í mólum. Allt þegar best í börn. Og þið haldið að Guð sé ekki til! Það er ekki til! Hann er víst þegar hann kemur alltaf í kirkjuna á sunnudögum. Snakk heim! Ég veit að Guð er til. Hann kendi mér í háskólanum. Hvað kenndi það? Guðfræði? Nei, reyndar ekki. Hann kendi mér siðfræði forn Egypta. Ég skal bara hringi í hann og beða hann að koma. Þá er þetta mál útrætt í eitt skipti fyrir öll. Já, halló. Guð. Sæll, þetta er helgidagur hérna. Æ, varst í baði? Ekki að vera svona spáð hvort þið gætir aðeins kíkt hérna niður í kirkju. Já, ég veit hvað við náum að gera en... Já, menn þetta er vænt það. Ég á í hérna smá erfiðleikum hérna með unglingana. Eftir 10 sekúndur. Það þakka þér... Skellti bara á. Jæja, hér er ég! Já, þetta! Finnst þetta væri Rikka Pétur eða hvað? Hæ! Nei, sæl, Gunnar minn, gaman að sjá þig. Þakka þér alveg... Sagði ykkur að ég þekkt hann. Þakka þér alveg innilega fyrir að koma. Já, ég skal gera það hann naumast að liggur á ég var í baði. Já, ég veit að... Heyrðu Guð, fyrst þú ert komin hingað, má ég þá ekki leggja fyrir nokkra spurningar? Jú, það er ekki mjög persónulega. Heyrðu, segðu mér. Þetta er fúrstað sem hann Mari veit, þú veist, án þess að... Ef þetta er ekki persónulega spurning, þá veit ég ekki hvað er persónulega spurning. Heyrðu Guð, fyrst þú ert til, af hverju gerur það ekki til að bæta ástandin í heiminn? Það eru vændi, barnamisþyrmingar, nauðganir, umferðarslys sem fyrir sífellt fjölgandi og þú gerir ekki neitt. Er það búið í nefnverðandi vinur ekki að það? Af hverju gerir ég ekki neitt? Ég er búin að skýtna á þessu koppi. Guð reddaði þessu, Guð reddaði hinu. Ég nenni þessu ekki lengur. Af hverju gerir þú ekki neitt? Hættu! Já, ég hjálpaði ekki að senda þetta fínu. Ég kom hérna í 7 daga og bakaði ekkert nema vandræði. Mennirnir eiga að geta að redda sér sjálfir eða bara nenna og vilja. Ég veit það. Vegna þess að ég bjóð til. Er það ekkert sem þú getur gert? Jú, ég gæti náttúrulega að fækka umferðarslysi. Það er alveg sásökulegasta minni á hann sko. Má ég gera það? Já. Munið að nota öryggismerki bílana. Ökuljósbílana. Sé að verið á gangstéttunum einu sinni. Já. Já, hann er hérna. Hver er þetta með leyfi? Já, augnablik. Guð, það er einhver Gabriel að spyrja eftir. Gabriel, já. Aldrei ég er friður. Halló. Já, þetta er hann. Fyrst þetta væri Likla Pétur eða hvað? Andskoti. Er hann þetta líka? Já. Allt í lagi. Kemur svo gott. Þegiðu þið sjálfum! Herðu krakka mínum, ég verð að fara. Herðu, þið munið það sem ég sagði ykkur. Við sjáumst. Tjá. Já, þetta var Guð. Þá endi ég þess að ekki sinna hennar. Ég var sendir í gangi lengur og við skulum bara kýla á það. Hólkris, 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 Hólkris,
Íslandi? Já, það var nú öðruvísi hér í Steinöld þegar við vorum ungir. Já, það er fermingin trúarlegt gildist. Áfældist maður upp á faðir vorið. Jú, og biblíun og Guð, náttúrulega. Nú er fermingin bara til að spilla úr með rándýruveislum og fermingagjöfum. Í þá dagar er maður ánægður með að fá salt í graut. Áhverða sko hugafæð sem getist. Hvað gafst þú henni? 28 tómi sónilísjón með fjastunum og sölg og rásöluna, hæfarhjóði, aðeins 91.299. En þú? Já, sé 98 görfisættir í gleiðir svo afspilunartæki á þess skróti. Kona mín er alltaf að kvartum, ég hugsa ekki nóg börni mín. Já, er það á hvað eigið svo mörg? Já, svona cirka 4-5 stykki. Já, mér líður það líka þekkingarnir. Hvernig endur mér líður þetta þá þínir ættingja? Mínir? Ég valdi sér neitt þessu fólk geta fyrr. Ertu vissum að þessu við rétt í fermingaði? Hvað þú er stakka? Stakka? Ég? Það var minn? Nei, sko, ég var ekkert stakka. Ég sælta stakka Ég var í gær sem var svona svona stór og fyrrenda sem var svona svona stór og hindæðina sem var svona stór í jólinu. Má ekki bjóða kattabóðinu, tengda mamma? Nei, takk, svo þegið. Þegiðu sjálf. Þegar ég senni hann, Rattan flakka. einu svona guði líkaflutur á gangi og sagði líkaflutur guði. Mikið rosalega getur verið sjúskað þetta. Sjúskoður í dag? Ég voru ekki sjúskoður, ég var fullur. Sjúskoður ekki litla mín. Mikið fyrir stór. Já, Já, það er vekk saman í höfuð. já, já. Er ekki annars allt gott að frétta? Jú, Jú, tími líður og er stekki flúið. nei, Ég fæði heilsa, endilega spjalla oft og með gaman spjalla við þig. já. Já, mikið hefur grænst. Já, það hef ég líka. En Bína, hún skoði verið með báðið samanskipti sagt ég. Hvaða rosa trönnski sem var að tala við hérna? Það er bara kona mín, sko. Þú getur rýmið okkur mjölnir. Hver er þú? Hver bauð vel að hingað? Ég bauð mig nú bara sjálf. Þetta er einkasamkvæmi, viltu gjör svo vel að koma þér hér? Út! Ég er nú venjulega verið velkomin í svona samkvæmi. Ekki hingað. Ég vil ekki hafa sig verið að eyðileggja fermingaveislu dóttur minna fyrir mér. Þú veist greinilega ekki hver ég er! Það er Guð almáttugur, ættur ekkert erindi hingað. Jón, viltu fjalla þennan mann? Jón! Þetta er það sem þú ert, vinur minn. Ég hélt að ég væri velkomin, en það er greinilega misskilningur. Ég er farin og þið eru skýta. Nei, fyrirgeði, þið eru helvítis, djöfulsins, andskotans skítapakk. Takk öllu kærlega fyrir gjafir, ég meina komuna. Jón minn, vilja það bjóða nokkur niður sem hingað er það? Hæ? Þetta er Mummi, vinur minn. Hverra mann er þú? Bara Mummi, hann er með mér í bekk. Ég heiti Guðmundur. Eitthvað heitur nú meir en Guðmundur. Guðmundur Thoroddsen. Hvað ertu að segja? Thoroddsen? Jón, þetta er hann Guðmundur Thoroddsen, besti vinnurinn Lillu. Blessaður. Hvað sagði þér? Hvað fannst þú að vera þú veist þá? Það veit ég ekki. Lilla ætlar að vera flugfreyja. Ég ætla ekki að verða flugfreyja. Hvaða vitleysa? Allar stelpur á þínum aldrei ætla að vera flugfreyja. Ég ætla kannski að vera svona meinatæknir eins og mamma. Það er ekki svolítið óþyrnileg starf fyrir svona mann eins og þig. Hvað meinar þau? Ég segi nú bara svona að þessi skorpikiti, þú veist, meinatækni. Ég þeim ekkert við, þetta er svona bein og svoleiðis. Hvernig læt ég meinatæknir auðvitað? Mér finnst þú segja meinatæknir. Heyrðu, það er verið að rífa börnina múri. Við ættum kannski að leyfa krokkunum að vera einum, já. Já, rífa múri. Við ættum kannski að fara eitthvað saman. En þeir eru að rífa múri. Já, múri verður nú ekki rifin að einu degi. Það er svo langt sem við hefum gert þegar það er eitthvað skemmtilegt saman. Fannst þér þetta ekki skemmtilegt þetta í nótt, varstu? Við erum að fara núna. En þeir eru að rífa múrin. Ég get
Armandbollana. Það er hægt að plata miklu betur en með 8 mm súperoppæðiskenndi bóði. Má nokkuð bjóða okkur smá músík? Já! Í glas líka! Það er miklu meira fútt þegar ekki hans. Það er bjóna sem eru brennun. Ég er rosalega gaman. Já, það! Hvað er eiginlega að gerast þetta? Svona, við segjum, Á ég að trúa því að svona góði piltur eins og þú, Guðmundur Thoroddsen, sett að láta Platónið í brennivíni? Ég drekk ekki neitt. Farðu þá! Við þurfum aðeins að tala við þingum. Já, tókstu þeir eru brenninamúrinn? Ég glimti. Ætlar að láta þetta viðgangast, Jón? Nei, næstur er byrjað að tapsa fyrir mig og gera sér svíður. Jón, ég átti við hvernig við höfum sér í þessu partí. Æ, við vorum nú ekkert skárni. Það kemur mánu ekkert við. Við lagtum með þig. Eða kannski fást eitt lítið fyrir aftur. Hvað er í þessum tíma? Kynfræðsla. Það er svo leiðilegt hvað. Ekki mér. Þú getur okkur ekki að býta með bjánanum spurningu. Já, maður, hvað er sáðugt? Það er það, ég vissi þetta ekki. Á, vistu það núna? Það er nú þegar sæðisfrumuna fara út úr líkamanum á þess að gera boð undan sér. Halló, krakkar. Og hvert voru við komin? Það sem sæðisfrumuna... Það sé 7. Já, þegar sæðisfruma missir haran. Halló? Nei, hæ, elskan. Já, ástin mín. Já, elskan, við gerum það. Þú færð það þegar ég kem heim. Kaffið, þú færð kaffið þegar ég kem heim. Bless. Já, svo frókast ekkið og 9 mánuðum síðar eða svo þá fæðist krakki. Einhverjar spurningar? Hvað hann er að stór? Svona 12 til 18 cent. Ég er hennar krakki hann. Merkur! 12 til 18 merkur! Halló? Nei, ert þetta þú elskan? Já, ég skal gera það. Þú farð það líka þegar ég kem heim. Já, hvað er konur maður? Hveitið, þú farð hveitið þegar ég kem heim. Bless. Einhverjar spurningar? Já, Lengur. Akkur er þetta gert svona dularfullt og flókið? Akkur er ekki hægt að líta þetta sem eðlilegan og sjálfsagðan hlut eins og að dýrnum og menn? Þetta er frábær spurning, Lilla! Sko! Hello, baby! Þetta þú skólarsson? Já. Já, ég kemur svo gott. Bless. Krakkar, konum vil líka einhver spara, þið verður að fara. Ég veit alltaf bjánuleg spurning, Lilla. Nú. Æ, ég annars verð ekki dvalið í þetta. Tilbúin! Tilbúin! Mamma, ég þarf að tala við. Hvað er þetta, mann? Þú veist, þú mátt ekki trufla með vilja þegar hún er í vinnunni. Pabbi, þú þarf að tala við. Hvað er þetta að gera? Þú veist, þú mátt ekki trufla pappan í vinnunni. Jæja, elskan mín, hvernig var í skólanum? Leiðilegt. Þetta lagast allt við að fara í menntaskóla. Ég ætla ekki í menntaskóla. Hvað ert að segja bara? Þú ferð sko í menntaskóla, gert lúður með það. Hvers vegna? Ætlar að lenda í öskunni bara? Pappa hans kallar í öskuna og vinnur bara 4 daga í viku með 95.000 á mánuði. Ég er alveg saman. Ég er hætt í skóla, það er ekkert meira með það.
Heldur hans Guðmundur minn Thórodsen vil eitthvað með þig hafið þú verður bara ómenntuð alþýðu kettling. Það er bara hans vandamál. Bíddu bara þótt meðan pabbiðinn kemur heim úr vinnunni. Jó, gettu hvað Lilli er að reyna að segja hérna? Ekki hugmynd. Hún ætlar ekki í menntaskóla. Gott hjá henni. Jón! Hvað sagðirðu? Ætlar að láta þetta viðgangast? Nei. Jón! Láta hvað viðgangast? Að stelpan ætli ekki í menntaskóla. Hún ræði því bara alveg sjálf. Þú ert vonlaus. Þegiðu bara að horfa á sjónvarpið með dóttirinn ákveður fyrir hundana. Takk. Veistu hvað þýðir að hætta í skólanum? Já, nú bara hætt. Þá verður maður að fá sér vinnu. Hvað þykist þú vel að gera, Jón? Ég er að taka upp bindið að Jones. Hvers vegna í ósköpunum? Af því að Karate Kid er á stöðu 2, ég myndi ekki missa því. Ert þú bara að hugsa sjónvarpsþáttana á meðan ég er að reyna að ala stelpur upp? Nei, góð. Þú reyndu þá að hjálpa mér. Jæja, hvernig var? Skemmtilegum í skólanum. Jó, reyndu að koma vitinu fyrir hana dóttur. Eða mín, farðu í menntaskóla, svo maður fáið smá fritur að horfa á sjónvarpið hérna. Ég er hætt í skólanum fyrir útrætt mál. Ó nei, aldeilis ekki góða. Herðu, Lóa frænka er í sjónvarpinu. Jesús minn, Lóa frænka, hvað er smekklegur drag. Það er dröllegu fréttir, sko. Já. Það er verið að ræða um fólki í landinu. Já. Nú er þátturinn búinn. Heyrðu, Hvað er þetta? Enginn veit sína ævi fyrir en öll er. Handarinn sémyndum unga einstæða móður sem hann krabbamein og deyr. Já, ég er dálítið góð. Er þetta maður? Nei, þetta er bróðir hans. Ég er sko farin. Já, best. Er þetta bara svona sem að fyrir í menntaskóla? Já, þetta er stífla næst. Finnst þetta sniðugt, þetta svona hefð? Já, þetta verður ekkert svona. Þetta verður tákgrænt. Hvernig þá? Eins konar manndómsvísla. Manndómsvísla? Ég er hrifin á svona uppáttum. Ekki ég. Kannski alveg bara að káa sinna á manni. Það var ekkert hvað mér. Þeir eru kannski ekki þorað því. Vá, maður sagði því hvað vörðin maður. Ég er hérna og ég hittist eitthvað með fyrir balli. Sjáu þið hvað ég á. Haha, vá. Hæ? Hæ, það balli. Já? Takk þetta með heim. Þetta hýttar upp fyrir balligæska. Þú hvað það langan að fá hendina fyrir þinn og byrju að hoppa á mig. En ég sá ekki fyrir því. Ég er með aðra. Vá, horfðu á hana. Komið með. Hvað er þetta? Þetta er viðbjóður. Þau eru séð svona. Og ég horf ekki á svona ákjör. Hvernig veistu þá hvað þetta er? Ég? Viltu koma heim og horfa? Nei, veistu það, ég horf ekkert á svona náttúrulega. Ég hef aldrei verið neitt gert fyrir þig. Bye.
allir fara heim í rúmum. Þessna, þú dansa? Já. When I fall in love, will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. Too many moonlight kisses seems to melt from the heat of the sun. When I give my heart, will be completely, or I'll never give my heart. Oh yeah. Hvað fyrir dansinn? Djöfull gaman Ógeðslega gaman að ég drepa mig hausnum maður. Ég verði alveg að drepa mig á. Svo heyrði ég að þú að dansa ykkur. Hver er þetta? Þetta var alveg rosalegt stuð. Núna eru þið komin í menntaskóla. Þið eruð ekki hana vegna þess að þið neyðist til þess, heldur vegna þess að þið hafið valið ykkur sjálf. Núna eru þið á öðru ári í menntaskóla og þurfuð þið þess ekki að læra meiri. Ég fóði með það í huga. Núna höfum við þýsku. Þá skulum fara yfir þessar sagnir saman. Ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Já, hvað spurningar? Nýtt, alls ófær. Já, skulum fara yfir þetta aftur. Ich bin, du bist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Þetta verður að kunna utanbókar. Þess vegna ætlum við að fara yfir þetta aftur og það á tvöföldum hraða. Akkur held ég að menntaskóla var eitthvað öðruvísi en gamli skólinn. Í staðinn fyrir að læra eldgömul ljóð og tungu einangrun og kaupmanna, dönsku, þá lærir maður bara fornbókmyndir og tungu hans og kaupmanna, þýsku. Big Synd! Varstu að segja eitthvað, Lilla? Nei. Þægiðu þá! Hvað var að segja þig? Hvað vil þið það? Eitthvað svona leiðilegt britsmál. Britsmál? Er það? Ég ætla sko að keppa. Nei, það er hérna bortennismót. Og ég er ógeðslega góður í því líka, ég ætla líka að keppa í því. Nei, það er... Það er ræðunarskeið. Ræðunarskeið? Ég er ákveðið að típan það, ég ætla líka að taka þátt í því. Nei, það er skólaferðalag. Er skóla? Heyrðu, erum við eitthvað veikur? Ættum við þetta? Engin Er skóla? Já. Í maður. Í alvöru. Ég ætla sko að mæta með gítarinn sem ég fengi jólagjöfuna og ég er búinn að æfa söngbókina Spangólina komplett. Ég kann allt nema aftastala þegar ég fann heima af mig. María, María, María. Æsla er gaman að þetta gleðilega meðferði. Mér er skítsama, ég kemst ekki. Nú, Ég var að keppa í keppni Ungfrú Ísland. Þurir, ert að fara í keppnir Ungfrú Ísland? Ætlar í alvörun að gera ekki grein fyrir hvað svona keppnir eru auðvirðilega? Ha? Þú stendur upp á sviði í sundból eins og búfinnar. Sjámið mig! Ha? Gerðu ekki grein fyrir hvað þetta er fáuttalega? Heyrðu vina, gerir þú ekki grein fyrir hvað þetta er góð landkynning, ha? Hvað er að ykkur? Akkur má ég gera neitt okkur strákana? Ég segi það nú, konan er
Mummi, lósin. Heyrðu Lilla. Já. Þetta eitthvað skotin í honum Mumma. Æ, þegiðu það. Mummi, þetta skotin í Lillu. Þegiðu bara. Hvað kennari verður? Sögukennari. Grímur? Er það ekki Nornin? Halló, stelpur. Djöfull gaman að vera svona fullur út í náttúruna. Já, maður verður svo miklu náttúrulegri. Áfengisríma verður náttúrulegri. Já, þetta ekki sama helvíti snjúdrasvíta í bæn. Bara kíka á það kvöldum og sniðið maður. Sínu
aumingjum sem ekki geta unnið sér inn peninga, enga miskunn. Ég mun drottna yfir heiminum og vesæll líðurinn mun óttast mig og tilbiðja auðmingum. Margrét mun núna hrópa. Margrét Thatcher Hólmsteinsdóttir. Miskunna þú þig yfir oss. Þegar ég hugsa mig betur þá sé ég að sagan þegar breyti fulla mikilmennum og ég held að við þurfum ekki á þeim að halda. Halda áfram. Magga mín, hvað var hans við mig? Hvað? Hókus, pókus, hýlir í jókus. Ribbit. Kannski að við séum búin að spjalla nú fortíðina, tölum framtíðina. Grímhildur. Það ég eða okkur. Vesla. Hvað þetta? Fara menn á klepp? Afsakið truflunina, haldið bara áfram. Ég vissi alltaf að hann væri norn, en hann væri karlanorn, það vissi ég aldrei. Já, við grunast samt alltaf. Men eins og hún talaði alveg svo mikla. Það var alveg svo hefði verið elskundur í fyrra lífi. Eða gamla daga, segi ég. Þetta hafa verið svo rosalega opaslega gömul. Ég veit það náttúrulega ekki, það er aldrei að vita. Hvernig var? Var hvað? Lilla, hvernig var? Var það? Sagtu þau, hvernig var? Var hann ekki hress? Var hann ekki svolítið hot? Var hann ekki juicy? Hvað er að ykkur? Var hann ekki alveg bara frábær? Kanski hann bara. Æ, Lilla. Hérna mín. Gekk nokkuð á millikar mumma helgina? Nei. Nei, ég sýnist ennbla svona strákunum. Akkur þurfa strákar alltaf að láta eins og fín. Já, má Guð vita. Veistu það, Vira? Það er svona fín sem ég veit. Já, Lilla mín, ég var þá myndi ég taka hana gæi í gegn. Þú bara taka hann í karphúsi. Mummi, ég þarf að tala við þig. Hvað? Prífa. Ég get alveg talað saman hérna. Við vinirnir og enginn veit af hann. Æ, komdu, ég þarf að tala við þig. Skítæk. Hvað ertu eiginlega að segja á strákunum? Ég er ekki að segja neitt. Ekki það hann að sýnist mér nú. Þú veist hvernig þið eru það. Ég er að komast að því hvernig þú ærst. Erum við ekki vinir? Maður geta treyst vinnu sínum. Þú treyst mér. Já, ég sé það. Þið voru að pína með hann og kúa mig og... Og hvað? Sagði þeim það? Sagði þeim hvað? Hvað? Þú ert ógeðslegur! Heyri strákar, vitið þið hvernig munnin að leikakuppa með kynlífi? Nei. Nei, haldið ykkur það bara að leikakuppana? Jöfull fórstu með hann, maður. Þetta var ég ekki. Heyrðu, lífið er sirkus. Heldur verður kannski eitthvað loftfimil, já? Nei. Verður þá trúður? Við erum góðir yfir félag. Nei, sælanskan mín. Ætlar þú ekkert út í kvöld? Nei, Það er langt síðan sagði mumma minn. við erum hætt saman. Hvað ertu að segja? Af hverju? Af því hann er fín. Ertu að segja mér að þú er hætt með honum mínum Guðmundi mínum Thórodsen bara af því hann er fín? Þú ert kröfuhörð. Ég hef áhyggjur af þér. Þú ert að þínum aldrei á að gera svona einrann og inn í
Hvað myndir þú þessu stundu segja við íslensku þjóna sem búin að styggja svo styggjalega bakið á þessum hörðu keppni? Takk ykkur öllum að sem verður fyrir stuðningi. Þetta er mjög vel orðið komist. Mjög vel orðið komist. Gúri, það er alveg eitthvað að tala um mjög sérmærandi. Takk fyrir því. Viki, gæðalega gott vita! Hún komst vel frá því. Af hverju getur þú ekki verið eins og hún? Af hverju get ég ekki verið eins og hún? Ég get alveg verið eins og hún. Takk ykkur öllum að sem verður. Það er svo látið ykkur að kalla að taka brjóstamyndir af mér. Verður þá stolt af mér? Gúri okkar myndi aldrei gera svoleiðis. Ekki það. Gúri! Hvernig gastu gert okkur þetta? Gastu? Hún var fyrir að missa titilinn. Hún var mikið þekktar fyrir að missa titilinn þegar hún halda. Jón, Samúel! Jón! Þetta er alveg forkastanlegt. Já! Velkomin í sjónvarpssal. Þið vitið öll hver ég er. Ég er stjórnarháttarins, stúdentinn. Þið vitið öll hver þetta er. En ég ætla samt að kynna þetta hinn yndislega fallega Gúri! Gúri, mikið rosalega sæt. Ég veit það. Þú ert alveg hróttalega sexy. Maður er svo fyndið. Já, ég veit það. Já, þá er komið að kynna keppaðar í kvöld. Hún er ekki á lakkar en það er svo þess að segja. Lilla! Það er Lilla mín, ertu stressuð? Svolítið. Aðeins herra, ertu stressuð? Svolítið. Já. Ég ætla að kynna fyrir reglurnar. Ég legg fyrir prófin. Ef þú getur svara á tilsvöld tíma þá farðu vel um. Allt í lagi. Gúri tilbúin. Já. Lilla tilbúin. Ómar tilbúin. Allt til að þá bara einhverju og byrja að danka. Þið búin bara einu að það. Ljóð. Hlýði frið og smálingar sprenna blakkur sem stíg og berja laukum með frið og sveit með græna grundna við og áttafunu. Íslenska. Auðinu minni hlutur hrafnar óðins, megarriðis og svið og beðið fyrir te. Enska. Gutt með möst og sjálf við. Þýska. Ich bin du bist, er ist wir sind die Saga. Alexander Mikli, Fengbjörn Grikki, Napoleon, Aristoteles, Sókrates, Júlíus Caesar, Karl Magnús, Magnús, Ingólfur Arnarson og stofnuðu lýðveldis þess að þingvöld og setja til Jóni 1944. Lagleg! Gúri, hvernig standa stígin? Stíðist þetta þannig að Lilla fengi 136 einingar og 8 önnum og það muni sér í réttin á að bera stúdentshúr og að halda áfram með stundir. Því sagði BA-próf. Þetta er æðislegt! Lilla mín, hvað segirðu? Á að hætta núna eða á að halda áfram í bisaði BA-próf? Ég held ég hætti bara núna. Það er náttúrulega þú fær ágætt í starfina sem komin með. Látið krýninguna fara fram!
lokið af 40 ára afmælishátíð Bandalags íslenskra leikfélaga. Samkvæmt dagskrá ætlum við hér og nú að ræða þær leiksýningar sem við ekki höfum rætt enn og okkur langar til að byrja á því að gefa Hafnfirðingunum smá tíma og þar á eftir hugleik fyrir sýninguna á yndisferðum. Ég veit ekki annað heldur en við getum rætt líka afmælið sem við sáum hjá Húsvíkingum í gær og það spurning, var ekki fyrir einn enn, því ég gleymur einni sem var í gær sem var ekki búið að ræða. Spegilmaðurinn. En þau eru farið. Eru þau farið? Líka Húsavík. Er Húsavík líka farið? Sigurður Herdi sér það. Já. En þó það er víst í dátt sem margir farið náttúrulega af félögunum. En eigum við ekki að eyða svolítið tíma hér saman áður en við slítum þessari hátíð formlega og byrja á því að gefa krökkunum í Hafnarfirði svolítið meira tíma okkar. Má ég byrja ykkur að koma hérna fram, leikhópur. Þá er rétt krakkar að fá aðeins að heyra tildrög þessara sýningar og við langar fyrst og fremst að fá kannski að heyra hvernig hún var til. Eigið þið þennan texta? Við vorum með námskeið í 3 vikur. Þetta upp og talaðu handbúrsmenn. Við vorum með námskeið, Davíð Þór Jónsson var með námskeið og við vorum 3 vikur námskeið og ákváðum upp á því að setja upp leiksýningu. Og textinn var tekinn frá þessu námskeiði sem og leikstjórinn bætti inn í sjálfur. En hann skrifaði upp handritið og út frá það kannski senum sem þið spurnuð á náttúrulega. Já. Og við bjöggum til krakkarnir og við bjöggum til leikmyndina sjálf. En leikstjórinn ákveð hvernig skilur vera að við gerðum þetta. Og hvað hafið þið svo sýnt þessi sýning? Bæði og svo kom í Vogaskóla. Það var að fellast með sýningum. Þú vildi bara ekki kaupa hana? Vildi ekki kaupa hana? Nei. Þau eru örugglega brekkin í núna. En segið okkur kannski aðeins hvernig fréttuð þið leikfélag Hafnarfjarðar og hvernig komust þið í kynni við þetta starf sem að leikfélag Hafnarfjarðar er að bjóða? Það stóð bara auðvitað. Ekki tala um einu, það var auðvitað í skólanum. Það var sett auðvitað í þetta og það var sett þetta upp auðvitað í skólanum þar sem var spurt hvort að við myndum ekki koma í leiklist og þá voru yfirleitt flestir hér úr Öldutúnsskóla í Hafnarfirði og þessi hópur ákvað að koma saman og svo var það nokkur sem komu með þessum skólum. En leikriti fjallar mest eins og við kannski tókum eftir siðgæði, hvernig með Tom og Jenna finnst við það verið að sýna hérna rola snirtið hvernig skotið og svo Tom og Jenna hvernig ógeðslega mobb bara og foreldrarnir voru lána með það og þannig að þetta gengur dálítið út á að gera grína hvernig fólk lítur á lífið fyrir öðrum. Þá langar mig kannski til að fá spurningar úr sal varðandi leikriti sjálft og efni þess. Kannski byrja á því að spyrja, eru þið svartsýn á framtíð ykkar? Finnst ykkur þetta í alvöru vera algjör þrauti að taka stúdentspróf? Er það bara vinnan og líf foreldrana sem blasir til? Nei, meiri skóli. Meiri skóli? Þú bendir ekki á neina lausn í leikritinu. Þið bendir ekki á lausnina á þessu vandamáli að það verði þrætt sjónvarpsins. Gefur það í næsta leikriti? Já. Megum við fá spurningar úr sal til krakkanna? Á hvaða aldri er þú? 7-9. Við erum einn í svarta vegg. Fleiri spurningar til hópsins? Já, eitthvað sem við æfðum með text og handrit og öllu og svo erum við búin að vera semja þetta og æfa eitt og eitt atriði. Það leið rétt rúmlega vika frá fyrsta reynsli og fram að frumsýningu. Nei,
Það liður tvær vikur eftir á 13. janúar. Ásdís var aðstoðarleikstjóri í verkinu og startaði þessi tónlist. Og það er kannski athyglisvert að leikstjóri verksins, Davíð Þór Jónsson, er félagi í Leikfélagi Hafnarfjarðar og hann er, 25 ára gamall? Ásdís, hvað ert þú gömul? Ég er 16. Hún er 16 ára og hún er aðstoðarleikstjóri hjá 25 ára gamlu leikstjóra sem hefur sitt leikhúsuppeldi fyrst og fremst í gegnum Leikfélagi Hafnarfjarðar. Þannig að það er mjög athyglisvert að horfa á hvernig þessi hópur hefur orðið til og er borin uppi að öllu leyti af svona ungu fólki. Hafið eitthvað sérstakar spurningar kannski til Ásdísar varðandi hennar hlut í vinnunni? Þið er bara búin að standa sig eins og hitt. Er það ekki? Ásdís, hvað voru lengi að Ég er búin að segja það. Tvær vikur síðan fengum handbók. Eru þið öll úr sama skóla? Bless, alveg. Bless. Það er ekki saman. Það eru Þið þekktu sem þið er fyrir? Hvernig sína ekki Hafnarfjörður? Hvað margir? Það getur mjög vel. En það var ótrúlegt hvað skólarnir eru lokaðir fyrir því að taka inn hlutverk sem var algjörlega allt unnið af krökkum. Og það var fínt, það var reynt að auglýsa þetta eins og var hægt. Og það var eins og sagt á, það var bara Vogaskóli sem var eiginlega að taka til sýningu við sig. Og við gerðum allt, við gerðum leikmyndina og gerðum búningar og gerðum allt þannig. Þetta væri bara hægt að flytja þetta í sendibíl og bara keyra á staðinn og sýna. En það virtist ekki vera hægt. Enginn skóli hafnaði áhuga á fyrir. Það er óhægt að sýna. Vilja bara í tóra skóla? En félagsmeistarnir voru annað búin að ljósa lafna. Við sýndum eina sýningu fyrir félagstöðar á höfuðborgarsvæðinu í bæinn og það var ekki verið annað. En þið sögðu áðan að það vildi enginn borga. Hversu mikið? Kaupa sýningu? Það sko ætlum að annað fólk ætlum að selja miðan á 400 krónur eins og við gerðum niður í bæjarfjói eða þá að myndi kaupa sýninguna bara á 50.000 krónur. Og við höfum þetta mjög lágt sko verð. Ég þetta lága verð stuðlaði að því að það komu það margir á sýninguna. Það var í flestum tilfellum svona nálægt 1000 í þessu sýningu sem sýnir í Sverige. Hvað var margar sýningar? 8 sýningar. 7. 6 sýningar í bæjarfjói, 1 í Vogaskóla og 1 hér. Eða hvað er? Já. Finnst ykkur að þetta verður til þess að þið munum halda áfram? Já. Hvað langar ykkur til að gera næst? Er þetta þannig að ræða hvað þið viljið tekst á? Eitthvað sem verður ekki spuni, segir þú? Bara almennilegt leikrit. Það var gert með þeirra líka, það var svona spunarinn á leikstjórinn. Það er helsandi verkfært á hóknum og sem var gert allt til haust og við skræknum langt ósynlega að takast á eitthvað svona stykki sem er ekki sérstaklega kannski unnið af þeim, þetta kemur bara utan að hvað. Kemur Leikfélagi Hafnarfjarðar að styrkja þau í því? Já, þetta er allt, þau eiga í rauninni að fá stjórna þessari deild eins mikið eins og undir. Þannig að það er verið að skoða þær hugmyndir sem þau hafa komið fram með verkefni fyrir næsta ár. Reynda að koma hugmyndunum frá þeim sem ekki verða með næsta ár því þau eru að ganga upp úr deildinni. Og eru búin að vera í þessi 2 ár þannig að koma síðan nýjir inn í staðinn sem ekki hafa tekist af uppbyrjunarverkefni þannig að þetta er svona svolítið margþætt. En engar síður á sjálfsögðu er það tekið inn í dæmis. En ætlið að halda ykkur það fyrst og fremst við að unglingadeildin sé þessi aldur, 7. og 9. bekk? Já, eingöngu. Og þegar þau eru vaksin upp úr 9. bekk, gangu þau þá ekki bara inn í Leikfélagi Hafnarfjarðar? Jú, þeir endur að gera? Vonandi. Eða ganga til liðs við leikfélög í menntaskólanum og koma svo til okkar eða hvernig sem er. Bara að vonandi skila þessu í leiklistunum. Er ekki bara komið að því að gefa Leikfélagi Hafnarfjarðar alveg rosalega gott klapp fyrir það?